Já, þá býð ykkur velkomin til 12. fundar sveitarstjórnar Langanesbyggðar Sytra. Komið hérna tillaga að bæta við lið. 8. lið erindi vegna hjólabretta. Það var samþykkt. Samþykkt samhljóða og aðrir liðir færast þá til í samræmi. Og það eru gönguð þetta öskrá gefa sveitarstjóra orðið. Farið yfir svona fyrstu mál. Gjör svo vel, Ágúst. Takk fyrir. Óttið langar að nefna hérna nokkur atriði svona úr rekstri sveitarfélagsins. Það er auðvitað framkvæmda tími framöndan og það er svona að sigla af stað flest í því. Svona á loka stigum undirbúnings eða komið af stað. Og það er hérna á Hellu, Guðrúnartún sem sé gatnagerð og viðbyggingu íþróttahúsið, það er sem sé komið af stað. Þetta er í jarðvinnu í dag og svona potast áfram, slökkvistöðin, hún er komin á rekspöl og síðan er að loka skrefin í samningagerð varðandi vatnsveituframkvæmdir. Þetta er náttúrulega byggðasamlögin okkar líka. Ég nefni líka hérna að svo það komið fram að við áttum ágætan samráðsfund með Ásarhreppi núna á þriðjudaginn var, þar sem var farið yfir samstarfsverkefnin og það er svona þessi árlegi fundur sem við höfum verið með á vorin. Önnur byggðasamlög, það má segja að það sé svona heilmikið að gerast í þeim akkurat núna. Það er til dæmis sorpstöðin, það er búið að vera að innleiða þessa lífrænu flokkun og breytt sorpbirgðu dagatal og það er hérna spennandi. Gengur margt vel og svo eru þetta einhverjum hnöggrar líka sem að verið að fást við. Við erum með svona stöðufund í því núna í fyrramálið með bara starfsfólki sorpbirgðunnar. Mikilvægt að takist vel til. Nú, ég nefni hérna líka að svona úr því sem að við höfum verið að innleiða þetta rafræna ferli við byggingarleyfisumsóknir sem sé komið þá í gagnið alveg og var ágætur fundur hér daginn með verktökum og framkvæmda aðilum hérna út á Strakta þar sem að var sem sé verið að kynna þetta kerfi og í rauninni svona ganga frá okkar þátttöku í því. Við erum auðvitað búin að vera að undirbúa það í nokkurn tíma en var gert ráð fyrir því að það myndi koma til fullrar innleiðingar á þessu ári og það er sem sé komið þá í gang. Nú síðan eru þetta skólaslit í grunnskólunum og það eru hátíðastundir og stundir ákveðin söknuðar líka því að það er nemendur að hverfa á braut og útskrifast og starfsfólk sem er að breyta starfsvettvang og ég vil nú nota tækifærið og nefna það hér að Sigurður Geir Guðmundsson, skólastjóri grunnskólans hérna á Hellu, hann útskrifaði í 35. skipti úr Helluskóla en hann er sem sé eins og við vitum og hefur komið fram áður er sem sé að ljúka störfum sínum eða fara á eftirlaun sem skólastjóri. Nú síðan minnist ég þess líka að sveitarstjórn fór í skemmtilega og áhugaverða vettvangskönnun í Hekluskóga með fulltrúum landgræðslunnar. Mjög áhugavert og stórkostlegt ævintýri í rauninni þar í gangi. 92.000 hektarar sem á að rækta Hekluskóga á og síðan líka bara kynnast þessari miklu grósku sem er í skógræktarstarfi hérna í okkar sveitarfélagi. Það er mikið að gerast þar og margt gerst frá því að Rangárvellir og landsveit voru, efri hluti landsveita voru örfoka land og hérna ánægjulegt að sjá hver umskiptin hafa orðið. Nú síðan nefni ég það líka stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga kom hérna í heimsókn til okkar og hitti okkur stjórn og starfsmenn Lánasjóðs sveitarfélaga voru sem sé bara að kynna sér þau verkefni sem við erum hér í og eins að bara hitta okkur hérna og fara yfir heyra hvað er helst á döfinni hérna hjá okkur og það var bara mjög ánægjulegt. Áttum hér fínan fund og
skipti máli að upplýsa fólk vel hvað við erum að gera. En þeir voru svona yfirreið yfir Suðurnes og Suðurland. Læt þetta duga. Takk. Takk fyrir þetta. Það gaman að heyra, það margt í gangi. Þá bara göngum bara til dagskrá og það fyrsti liður og það lagt fram til kynningar. Það 8. BS 14. fundur. Fundargerð lögð fram til kynningar 8. BS 15. fundur og það fundargerð lögð fram einnig til kynningar. Marta? Ein spurning bara, ein ábending með þetta. Í þessari fundargerð á þessu fundi voru stofnaðir til vinnuhópar. Var talað að það ætti að funda fyrir 15. júní. Þetta búið að boða fund 18. júní í öðrum þeirra en ég hef ekkert heyrt með hinn. En ég vil bara ítreka að þetta eigi að ganga svolítið. Við þurfum að vinna þessi mál svolítið hratt. Bæði hvað var þetta húsnæðismál grunnskólans hérna á Hellu og eins líka var þetta mannauðsmál leikskólans. Þannig að við þurfum bara að ítreka að við bara óska eftir því að þetta verði hraðar, að þessi verði hraðar. Þrátt fyrir að þessi komið sumar og sumarfrí þá verðum við að halda vel á spöðunum. Verðum við ekki bara að við komum því bara til skila. Þá höldum við áfram, það 3. liður, það byggðarráð Rangárþings ytra, 12. fundur, vísaði til umfjöllunar einstakar liði en fundargerðin að leyti staðfest. Liður 3.1, íþrótta- og tómstundanefnd, 4. fundur, niðurstaða byggðarráðs Rangárþings ytra, 12. fundur, vísaði til umfjöllunar einstakar liði en fundargerðin að leyti til kynningar. 3.1.3 190-50-30 landsmót ÖMFI 50 Rústá bókun heilsu íþrótta- og tómstundanefndar nefndin tekur heilsuar undir áskorunar frá ungmennafélaginu Heklu og hvetur sveitarstjórn til þess að taka jákvætt í erindið. Bókun fundar fyrirliggur áskorun til sveitarstjórnar frá ungmennafélaginu Heklu að senda inn beiðni til stjórnar HSK þess efnis að sótt verði að halda landsmót ÖMFI 50 pluss árið 2021 á Hellu. Stjórn HSK sendir inn þá umsókn fyrir hönd sveitarfélagsins. Heilsu, íþrótta- og tómstundanefnd hefur fjallað málið og hefur hvatt sveitarstjórn að taka jákvætt í erindi. Bókun byggðarráðs tekur jákvætt í þetta mál og tillagar að byggðarráð sendi beiðni til stjórnar HSK að sótt verði en tímafrestur stuttur og mikilvægt að tapa ekki á lestinni. Þetta gert með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar. Og orðið Ágúst. Já, þetta bara sem sé greina frá því að þetta var út af tímafresti sem þetta var tekið fyrir hjá byggðarráði. Það þurfti að senda inn fyrir áður heldur en þessi fundur hér fór fram. Þannig að það var gert með fyrirvara þá að þetta verið staðfest hérna en get sagt frá því að þessi umsókn fór sem sé inn og HSK hefur sendt inn umsókn þetta fyrir sem sé þá að okkar tillögu. Hvað eru þetta inn við þetta og svona þarf ekkert að bæta við eða í aðstöðu og svona það tilbúið nánast eða eitthvað til að taka á móti svona viðburði? Íþróttamannvirki og annað. Ágúst. Já, sko, því ég til að svara það auðvitað eftir að koma að betur í ljós og væntanlega þegar það kemur í ljós hvort okkur stendur þetta raunverulega til boða þá þarf auðvitað að fara ítarlegar yfir það. En það svona álit okkar eftir að hafa líka bara heyrt í þeim sem hafa verið að halda þessi mót að það sé til staðar það sem þarf í rauninni. Nánast og það virðist vera þannig sem svolítið skemmtilegt að þessi mót eru látin svolítið bara endurspegla þá aðstöðu sem til á hverjum stað þannig að ef það er góður golfvöllur eða góð aðstæða fyrir einhverja sérstaka íþrótt að þá er bara keppt í henni í staðinn fyrir einhverja aðra sem þarf þá einhverja aðra aðstöðu og sem er ekki fyrir hendi þannig að þetta er látið svona endurspegla sérkenni svæðisins. Virðist mér vera. Við bárum okkur til dæmis saman heilmikið við Hveragerði sem hélt þetta á sínum tíma
og þar var þetta svona unnið þannig. Þannig að það örugglega þarf að laga heilmikið til og svona undirbúa þetta vel og auðvitað sjálfsögðu en grunnurinn á að vera tilbúin. Og þá tillarum að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og þeir sem geta samþykkt gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 3.6 180.80.32 íþróttamiðstöð Hellu uppbygging. Niðurstaða byggðarráðs sambands Ytra. Jón Sæmundsson hjá Verkís kynnti niðurstöðu útboðs í viðbyggingu við íþróttahúsið á Hellu. 3 tilboð bárust og uppfylltu 2 þeirra útboðsskilmála. Tríó Straumur EHF 123.088 og smíðandi ON EHF 189.477.000. Kostnaðaráætlun var 113.180.500. Tillaga að ganga til samninga við Tríó Straum EHF og sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. Gert ráð fyrir að sá hluti framkvæmdarinnar sem fellur á þetta ár rúmist innan fjárhagsáætlunar. Og það samþykkt samhljóða við byggðarráði og tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og þeir sem geta ekki orðið laust samsýðu. Þeir sem geta samþykkt gefið merki og það samþykkt samhljóða. Og það liður 3.7 190.50.14 erindi frá skólaráði Grunnskólans á Hellu. Niðurstaða byggðarráðs Rangárþings Ytra. Fulltrúar frá skólaráði Grunnskólans á Hellu komu til fundar við byggðarráð. Rætt var hvernig best var að vinna málið áfram og niðurstaðan sú að leggja til við sveitarstjórn að stofnaður verði sérstakur starfshópur til að greina þarfir grunnskólans til framtíðar litið. Skólastjóri starfi í hópnum og óskað verði eftir því að skólaráð grunnskólans að tilnefna fulltrúa starfsmanna, nemendur og foreldraa. Af hálfu sveitarfélagsins verði sömu fulltrúar og eru í starfshóp leikskóla. Fyrstu fundur verði fyrir 15. júní og formanni byggðarráðs falið að kalla hópinn saman. Það er samþykkt samhljóða byggðarráði til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og þetta er bara náttúrulega sem ég var að tala áðan, þetta er náttúrulega til tengt sko. En hérna bara, ég vil gjarnan að þetta verði bara, þessari vinnu verði hraðað. Takk. Já, þetta er bara vekja athygli á því að það er oft þannig að það er erfitt að ná fólki saman og þó að maður vilji endilega funda þá er ekki endilega víst að maður nái fólki á fundi. Þannig að það er nú í þessu tilfelli held ég þannig að það hefur verið reynt að funda fyrir 15. en það bara náðist ekki. Bara svo að því sé haldið til haga. Já, allan að varandi þennan hóp þá held ég að sé ekki búið að hafa bara ekki, það verður ekki einu sinni verið biðlað til manns að það verður ekki komið uppástunga fundartíma. En þetta skiptir ekki öllu en bara þannig að þetta á ekki að sofna fram á haust. Það er það sem ég vil koma til skila. Okay. Takk. Það er ljómandi þessu verður bara ítt í gang núna næstu dögum vonandi og þeir sem geta samþykkt gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 3.9 190.50.46 útboð á raforkukaupum. Niðurstaða byggðarráðs Rangárþings Ytra. Tillaga að taka tilboði ríkiskaupa að vera með í útboði á raforkukaupum nú í sumar. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram og það er samþykkt samhljóða byggðarráði tillaga að sveitarstjóra staðfesti bókun byggðarráðs og orðið laust. Þeir sem geta samþykkt gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. 4. liður skipulagsumferðarnefnd Rangárþings Ytra 190.50.09F vísað til umfjöllunar umdækja lið en fundargerð öðliti staðfest. Liður 4.1 190.50.24 Brekkur 190.531 Landskipti niðurstaða skipulagsumferðarnefnd Rangárþings Ytra.
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við ákvörðun námskeyti. Nefndin gerir jafnframt ekki athugasemdir við tillögu að breytingum á heitum spildmanna. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Og liður 4.2, 190, 6003, Þjórsæi, 1 Grenjar landskipti. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar Rangárþing ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né tillögu að heitum lóðanna. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Og það samhljóða. Og 4.3, 171, 0027, Hostel Þykkvabær e.h.f. byggingarleyfi fyrir skilti. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd tekur undir með athugasemdir Vegagerðarinnar og Umhverfisstofnunar leggur til að umrætt skilti á þessu stað verði ekki heimilað. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Það er samtíð samhljóða liður. Stendur. Það aðeins að kannski ekki hægt að benda á það í fundar, ekki hægt að bóka kannski það, en það mætti kannski benda svona umsækjendum á það að setja þetta bara innan við girðingarnar. Maður séu svo mörg svona skilti, sko. Þau eru bara hinum með við girðingu. Það virðist alltaf verið lægi, þannig að það er kannski bara að benda fólki á það. Á leið. Það er eigandi að það í því landi. Já. Þá höldum við áfram og það er liður 4.4, 190, 6007, Þjórsæi 33, fyrirspurn mögulega búsetun. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að breyting á frístundunotkun yfir í íbúðanót í aðalskipulag sé eingöngu æskileg ef umræddar lóðir eru í jaðri á þegar deiliskipulögðum svæðum. Í þessu tilfelli eru 4 lóðir skilgreindar sem frístundalóðir áður en komið er að umræddri lóð og því ekki forsvaranlegt að breyta landnotkun að sinni nema eigendur þeirra lóða sjá sér hag í því samhliða umsækjenda. Að sögn byggingarfulltrúa getur viðkomandi húsnæði á lóð fyrirspyrjanda uppfyllt skilyrði íbúð ef út í það er farið. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Þarna hefði ég líka Stendur. aðeins vilja forvitnast sko hvað, að því að nú er þetta, eins og kemur fram að Beitarland, er verið að, vantar alltaf bara skipulagsfulltrúan, er ekki hægt að breyta þessu í heilsársbúsetu af því að þetta er svona mikill munur á frístunda og hver eru semst rökin, er það frá skipulags eða halvleik? Já, ég sko, í þessu tilviki erum við getað að þósra, já, og það liggur í því sem sé að þessi lóðhanna sem er umræðin, hún er bara inni í miðju svæði, sko, og það er svolítið ankannalegt að fara að hafa einhverja heilsársbúsetu þarna inn í miðju frístundasvæði, sko, en það er á móti liggur fyrir að ef að næstu lóði við hliðina út af afleggjaranum hendir Mattiðan og svona, ef það væri orðið sem sé landbúnaðarsvæði líka, sko. En er verið að tala um að breyta þessu í landbúnaðarsvæði? Er verið að tala um að þá breyta þessu í landbúnaðarsvæði, eða þess landbúnaðarlóð eða bara íbúðar? Landbúnaðar, ekki íbúðar. En þá langar maður að spyrja, sko, af hverju er það ankannalegt á búverðan allt árið þó að séu 3 aðrar frístundalóðir? Það er bara, Af því að nú er þetta ekki út úr, sko, þetta er ekki eitthvað út á beið, sko, þetta er svona í... Það er svona, þykir ganga á rétt held ég, þeirra sem ætti að vera hana í frið og ró, sko. Það sé aðalsjónarmiðið, sko. Og sé gert ráð fyrir að sé þá að þetta landbúnaðar starfsemi eitthvað eða hvað? Hvað veit maður? Því að frístundarbyggð er náttúrulega... Meiri umferð og trafík sem er heilsársbúseta, heldur Já, en þetta er svo, bara afsakið, þetta er svo, af því að ef það er ekki heilsársbúseta er þá sá sem býr þarna allt árið, er hann eitthvað fyrir þeim sem ekki er í bústæðinu sínum á þeim tíma. Finnst eiginlega meira ónæði fyrir þann sem ætlar að vera þarna og sjálft einhverju koma þarna, en þess að þetta er þannig að svipa út á sandi þá að það þurfi ákveði margir bara að sækjum, eins og núna er það hann á Gatstöðum ekki, svo svipa þá sér maður alveg hópa fólki sem er núna að sækjum að breyta þessu.
Er þetta svipað þarna? Ef það myndir bara einhverju 2-3 vilja breyta að þá sé frekar breytt? Það er eiginlega sko, byggir svolítið á því hvaða lóðir það eru sem er að koma inn í þetta. Sko. Af því að þarna finnst mér þetta svo nálægt bara öðrun er í byggð. Hvernig er aðkoman að svæðinu og þess að það. Og svo segir hann nefnilega þarna, það er eitthvað svo segir, geti húsnæðarlóð fyrirspyrjandi geti uppfyllt skilyrði íbúð ef út í það er farið, eðast. Já, hann á bara við það húsnæði þessi. Já. Það er fyllipröfur heilsársbúsettu. Það er náttúrulega skiptir máli líka. Þá, svo þessi alveg á tæru þá fær hann þetta ekki nema einhverjum öðrum ditt í huga að gera þetta líka af þessum 3 þarna sem eftir eru. Það er rauninni þannig sko. Já, nei, ég hef búinn í bili. Varst þú að? Jú, kannski ef ég má bara skjóta inn í það. Eins og ég skil þetta þá er þetta í rauninni þannig að sem sé bókunin snýst það í rauninni að kynna þetta fyrir þessum 4 lóðum sem eru þarna fyrst og það sé næsta skref í málunum í rauninni. Já, í rauninni ekki búið að loka á þetta. Það er alls ekkert búið að loka á þetta að mínu viti, heldur bara mann vilja skoða þetta betur, kynna þetta fyrir þessum lóðareigandum sem eru þarna næst og þá eru fordæmi fyrir því að þetta svo hefur verið breytt. Ok, það var eiginlega það sem ég var að leita eftir, hvort þetta væri varanlegt eða endanlegt. Já, þetta er náttúrulega þannig líka að þetta eru fleiri lóðir, það eru aðrar frístundalóðir hérna innar og eins og ég skilja þá er Skipulagsstofnun, hún er ekki hrifin af því að það sé tekin ein lóð út úr frístundasvæði, ekki nema hún sé í jaðri eða sem sagt samliggjandi þá öðru. Það eru fleiri frístundalóðir þarna innar, þannig að þetta er partur af stærra svæði. Það sé að þetta dragar raun. En það eru 3 lóðir fyrir framann sem